Jæja, þá er Óli búinn að hita allavega vel upp í mér og eflaust ykkur líka. Þannig nú ætlar að sýna okkur að þú ætlar að búa til kroppabombuna, drykkinn sem að inniheldur allt sem líkaminn þarf. Já, nú er komið að því. Í hann notum við grunninn sem er vökun hér, sem er stútfullur af turmeríki fersku og engifer, ásamt hunang, svörtum pipar og læm. Við setjum hérna cirka 200 ml í blenderinn. Og svona eftir þess að sæta hann upp og gera hann svona aðeins þykkari, þá tökum við smá banana. Hendum honum bara beint út í. Mér finnst það gott að taka epli, sem náttúrulega skemmir ekki fyrir að epli er náttúrulega mjög næringarík og góð. Tökum svona cirka hálft epli. Svo ætlum við að taka hérna trefjana, sem eru alveg einstakir. Við ætlum að taka svona cirka kúaða teskeið og setja það út í. Svo má ég opna þetta kemur moringaduftið, merkilega moringa. Þetta nýkomið frá Indlandi. Já. Eitugrænt á litinn. Já. Og lyktar eins og þetta sé mjög hollt. Það er tekið leið og við pöntum þetta og borgum þetta, þá er það tínt að trjánum, þurrkað, mulið og sent til okkur með flugi. Svo það getur ekki verið ferskara. Við ætlum að taka cirka líka eina teskeið af því. Þetta eru svona 2 grömm, svona cirka bát sem við setjum út í drykki. Bara beint út í. Nú, svo bara þetta hefðbundna, blanda honum saman. Mjög skemmtilegur litur á honum, hann er svona gulgrænn með þessum bitum í sem er eplið og bananinn. Það lítur vel út. Hann er ofsalega skemmtilegur litin. Skál. Og bragðið á honum er æðislegt. Vá. Þetta er rosalega skemmtileg blanda. Þetta er bara heilsa í glasi. Þú finnur ekkert eitt afgerandi bragð, heldur það svona að þetta blandast allt og þú spyrði þig, eða þú ert að drekka þetta, þá spyrði þig hvaða bragð er þetta. Og það er líka svona skemmtilega við leyndamálið það, að það er ekki eitthvað eitt bragð sem að yfirgnæfir annað. Svo að blanda hann í þessu. Aftur, ferskt turmerík, ferskt engifer, hnetur, möndlur, trefjarnir sem við erum búin að búa til út frá fersku turmeríki og fersku engiferi, ásamt þessu geggjaða dufti hérna sem ég náði að grafa upp í Indlandi sem heitir enn og aftur moringa.